Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín eða Áramóta Magasín eins og við köllum þennan þátt. Hér ætlum við að kíkja á lítið brot af því besta sem við höfum gert á árinu 2017 hjá sjónvarpi Víkurfrétta. Við byrjum þáttinn í einn af perlum Reykjanesbæjar, Fishers húsi. Við hittum einnig grinndískan Magga Texas, hlaupum á vetrarbrautinni í Keflavík og heyrim í talsmönnum Stopp-hópsins sem hlaut nafnbótina Menn ársins á Suðurnesjum 2017. Árið 1877 varð Valdimar Fischer eigandi miðverslunar í Keflavík. Keflavíkurverslun hans talin vera fyrsta lágvöruversverslunin á Íslandi. Fischer byggði hús í Keflavík árið 1881. Í húsinu var verslunin á neðri hæð og faktorinn bjó á efri hæðinni. Fischers húsið var glæsilegt hús og fyrsta tvíloftaða húsið í Keflavík. Það var tilsniðið í Danmörku, hver spýta merkt áður en því var pakkað niður og það síðan reist í Keflavík án þess að einn einasti nagli væri notaður í grindina. Allt var þar geirinelt. Húsið var síðan lengi í höndum útgerðarmanna og fiskvinnslufyrirtækja í Keflavík og reyttust af því fjaðrirnar smám saman. Það var órjúfanlegur hluti af verslunartorfinu í Keflavík og jafnframt djást þeirrar gömlu byggðar. Þessi verslunartorfa eins og heiligasta á landinu. Nú unnið að endurnýjun hússins eftir teikningum Páls V. Bjarnasonar arkitekts. Við hittum Pál í Fishers húsi og ræddum við hann húsið. Hann hefur verið mjög stór huga kallinn á sínum tíma. Það hefur verið það, vegna þess að það ekki mikið að vera á þessum stað. Nei. Það ekki fyrir seinna sem að hann fer að versla í Reykjavík og sem náttúrulega höfuðstaðurinn þá og En hann byrjar hér. Veistu út af hverju? Vitað eitthvað það? Það ekki vitað, en það náttúrulega var hefð fyrir verslun hér, fyrir svæðið, öll Suðurnesin. Því byrjar Jakobíus kaupmaður á 18. öld og hann bjó í kaupmannshúsinu sem við munum eftir sem var sagt að hafi verið rutt niður í fjöru í gamla daga, eða 1961. Sem stóð aðeins utar og það var elsta hús í Keflavík sem fór þar fyrir lítið. Hann var eitthvað kunnulegur kappinn sem tók á móti fréttamönnum Víkurfrétta í íbúðarhúsi í Grindavík í vikunni. Svo virtist sem sjálfur Maggi á Texasborgurum væri mættur á svæðið en þó aðeins smærri í sniðum. Þarna var hins vegar á ferðinni nafni þess á Texasborgurum, nefnilega hinn 10 ára gamli Magnús Máni Magnússon sem nýlega sigraði búningakeppni á 13. í Grindavík í 3. sinn en mikið lagt upp úr deginum í bæjarfélaginu. Börn klæða sig upp í búninga og ganga milli húsa og biðja sælgæti í poka. Segðu mér Magnús, hvernig þessi 13. gleði í Grindavík? Ekki svolítið mikið fjör á 13. Jú, við förum í hús og sníkjum nammi í búningum, svo náttúrulega búningakeppni. Vaxandi áhugi á hlaupum og skokki á Suðurnesjum og fleiri tileinka sér þennan lífstíl og hressandi útiveru. Sjónvarpsfólk Víkurfrétta kíkti í vikunni á hlaupabrautina við fótboltavöllinni í Keflavík sem af heimamönnum kölluð vetrarbrautin. En þar mátti sjá fjölda fólks spretta úr spori. Á vetrarbrautinni var hlaupaæfing á vegum 3N, þríþróttadeildar Njarðvíkur og námskeið á vegum hlaupa Fitcamp, bæði fyrir byrjendur og aðeins lengra komna. Guðbjörg Jónsdóttir hefur stundað hlaup í mörg ár og meðal þjálfara hjá öllum hópunum. Og nú það að hlaupa öll saman í hóp. Skiptir það miklu máli þegar fólk að reyna að gera hlaupin svona að daglegri rútínu? Já, það skiptir gífurlega miklu máli að vera í hóp. Það hefur eitthvað staðastund sem þú þarft að mæta og maður mætir miklu frekar þegar það hópur. En auðvitað gott líka að geta hlaupið einn og sumir vilja hlaupa einir. En ég segi fyrir mig, mér gott að hlaupa ein en rosa mikilvægt að hafa þennan hóp. Og ég búin að vera í þessum 3N hóp síðan 2011 og ég næstu með það alveg á hreinu. Ég væri ekki að hlaupa, allavega ekki svona mikið ef ég væri ekki í þessum hóp. Því að maður fer alveg saman hvernig viðrar, maður bara klæðir sig eftir veðri. Þannig að þetta er bara ótrúlega gaman og líka hvatningi að vera í hópnum. Við erum á mismunandi stöðum, við getum öll gefið hvort öðru mjög mikið. Æja strákar, stopp hingað og ekki lengra. Þannig að segja að það sé ákveðin öfumæli í því. Þetta mál fór á fleygi ferð, en stoppaði hvergi? Já, það er nokkuð til því. En hvernig var þessi hópur til? Hann var til þannig að við vorum að tuða yfir Reykjanesbraut endalaust. Það er komin örugglega ár síðan að við byrjuðum að tala að það þyrfti að tvöfalda Reykjanesbraut alla leið upp í Flugstöð.
og þetta bara ekki hægt að hafa sko tvöfalda Reykjanesbraut hérna í miðjunni en svo hérna að hún mjókki í báða enda og hérna við vorum búin að vera tuða bæði á Facebook og hingað og þangað og vara við í hættunum sem að gætu komið fyrir og 7. júlí að þá gerist það snemma morgun að það verður banaslys á hérna hafnaafleggjara og hérna við náttúrulega fórum alveg í sjokk, ég fór í algjört sjokk þann dag og hérna þá hringir Ísak í mig, ég man þetta ennþá og hann segir við mig nú bara komið gott, nú bara kem ég með þér í þetta. Hann var búinn að vera að hlusta á mig svona að reyna að ná eyrum hingað og þangað og við ákváðum að stofna þarna hópinn, stopp hingað ekki lengra en Ísak átti náttúrulega hugmyndina nafninu og stofnaði Facebook-grúpuna og við byrjum svona að adda inn og við ætluðum að taka 20 góða með okkur. Og við svona fórum að adda svona mönnum sem við þekkjum hingað og þangað bæinn og þetta var komið í svona 30, 40 og svo vorum við hvað? Það var svona 150 þegar við fórum að sofa. Já. En svo daginn eftir þegar við vöknum að það voru 4.000 manns í hópnum og í hádeginu hringir Beggi í mig og segir Ísak, það eru 6.000 manns í hópnum. 6.000. Það eru rétt rúmið 14-15 tíma sem við stofnuðum hópinn og svona tikkaði þetta. Með hverjum klukkutímanum jókst talan 1000. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Á veitingahúsinu Soho í Keflavík starfar heyrnarlaus kokkur frá Pólandi. Við hittum hann og skoðum einnig merkilegt safn í garðinum. Við kíkjum í yfirgefna Sundhöll í Keflavík og slóumst við för með löggunni sem hélt surströmming veislu. Jakub Groys 22 og pólskur kokkur sem vinnur á veitingastaðnum Soho í Reykjanesbæ. Hann heyrnarlaus en hefur þó ekki átt í neinum vandræðum með að eigi samskiptum við vinnufélagana. Jakub hefur kennt hópnum ýmis táknmálstákn og stundum notaði símann til að tala saman. Þá skrifar Jakub setning á pólsku inn í Google Translate og sýnir þeim sem hann að tala við þýðinguna á íslensku. Að sögn Arnar Garðarssonar yfirmatreiðslumeistara á Soho þá hefur nærvera Jakubs gert hópinn nánari. Til dæmis þá heilsar Jakub öllum með handaband á hverju morgni og núna hafa þau öll tekið upp þann sið. Jakub hefur fengist við eldamennsku síðan hann var 16 ára og lærði fagið í tækniskóla heima í Pólandi. Hann segir það skemmtilegasta við að vera kokkur að gleðja fólk með góðum mat og vinna með góðum vinnufélögum. Í ónefndu húsnæði í Garði á Suðurnesjum hefur á síðustu misserum orðið til stórt og merkilegt safn muna úr ýmsum áttum. Safnið einkasafn Hilmars Foss og fjölskyldu hans. Hilmar flutti í Garðinn fyrir nokkrum árum úr miðborg Reykjavíkur eftir að hafa verið tíður gestur hjá vinum sínum Ingvari Gissurasyni suður með sjó. Hilmar á því að það sé betra veður í Garðinum en við Garðastræti í Reykjavík. Hann keypti því íbúðarhús við innkomuna í Garðinn og annað húsnæði þar sem safnið að verða til. Sjónvarpsfólk Víkufrétta tók hús á Hilmari og safninu hans. Hvernig myndir þú skilgreina þetta rými? Ef þú annað borð skilgreina eða eitthvað? Það kannski hægt að segja að þessi geymsla hans að vera með hillur á veggjum. En munina hérna inni? Ertu safnari eða hvað myndir þú svona kalla þetta svona, já, hlutina? Dót. Þetta hérna, mikið náttúrulega hefur komið frá foreldrum mínum og fjölskyldu, margt mjög gamalt og svo hefur svona bæst við hægt og rólega í gegnum marga áratugi. Þannig að þetta ekkert eitthvað sem að gerist í gær. Sundlaugin í Keflavík á sér langa og merka sögu. Hún var tekin í notkun sem útilaug árið 1939 og þótti þá mikil bylting fyrir kauptúnið Keflavík. Byggt var yfir laugina eftir teikningum frá húsameistaranum sjálfum, Guðjóni Samúelssyni, árið 1950. Þar lærðu þúsundir Suðurnesjamanna að synda á sínum tíma, en allir starfsemi var hætt í sundlauginni árið 2006. Keflvíkingar lærðu fyrst að synda í Grófinni þar sem nú smábátahöfnin. Nýja sundlaugin þótti algjör bylting á sínum tíma. Staðsetning hennar vekur kannski furðu í dag
en ástæðan góð og gild. Hún staðsett hérna vegna þess að það var ekki hvorki holræsi né vatnsveitur í Keflavík og hún byggð hérna vegna þess að hérna það stutt í sjóinn, bæði til þess að hérna út af frárensli og eins var hérna hægt að dæla hérna bara sjó upp í laugina. Hér var bara sjór í lauginni og svo var hérna kyndiklefi niðri og það var tekið svona mesta kulið af sjónum. Það var alls ekkit neitt heitt. Hvernig fannst þér svona minningar af lauginni? Hvernig var bæjarbragurinn einhvern veginn þegar þetta kom? Það Keflvíkingar eignuðust þessa sundlaug? Já, ég held að það hafi nú bara þótt upplyfting. Enda var hún vel sótt. En svo þótti þetta líka mjög gott út af því að fólk gat komið hérna og bókstaflega baða sig. Því að það var engin baðaðstaða í heimahúsum eða mjög fáum stöðum. Það fer að líða þessu, en sumir segja að ég hafi, að því að áskorinn átti að vera allt öðruvísi, snerist svona í hendunum á hann og sumir segja að ég hafi svona tekið eitt sigurvald á þetta. Já, ég meina, menn drulla bara baka, maður verður að menna að standa það sem ég segja. Það er öðruvísi. Þú verður að éta þessa dós. En sjáum hvernig lögreglumönnunum hjá lögreglunum á Suðurnesjum gekk að borða síldina. Og í matur? Það er svolítið mikilvægt að grípa andan, sko. Það er bara... Hvernig þetta svo matri? Ég hef búinn að leggja mikið metnaði að koma þessu fiskila. Þetta verið búið í yl í allan dag. Gengdi þetta á ofni fyrir því. Soðið? Já, soðið. Í dósinni bara? Já. Svona sérstök aðferð sem ég... Það er líkt af þessu. Veistu það? Örlítið svona keimur að þessu. Já, ég líka í bandana. Já. Ég held að þú þurfur ekki að koma með það nær, sko. Ekki. Ég var að vona það. Skara mér, þetta er náttúrulega beinlegist að koma. Það er engu líkt. Það er ekki að segja að það skilja. Þykja vel og njóta þess. Þetta er harður bara. Þetta er ekki besta sem Ég heiti Lilja og ég er í alveg ekta íslenskri skilnaðarfjölskyldu. Nettó-strákurinn er á leiðinni. Þá verða allir aðeins svo spenntir. Gunnar pabbi hugsa meira háraldri en mamma. Hann er allur í hárvörunum og hann deilir þeim með Pablo, nýja kærastanum. Pablo er sko ítalskur kokkur og hann elskar lífrænt grænmeti. Og pabbi þetta. Mamma er öll í bústinni og alls konar heilsudóti, enda rosa dugleg. Silla systir er með 5.000 á Insta. Hún hefur aldrei tíma til að leika. Hæ, Rómeó. Hæ, Júlía. Hádegismat á laugardag. Ég get ekki beðið. Og Skúli pabbi er alltaf bara í sínu eigin stjörnumerki. Tjá! Já, góðan daginn. Að koma vörurnar eitthvað frá internetinu? Frá Nettó? Þetta milli 37 og 39. Það er allt í góðu. Mamma og pappi eru skild og búa hlið við hlið. Skilin. Viltu ekki bara koma inn? Sent eða sótt. Nettó.is
Sæl aftur, crossfit-konan Sara Sigmunds var gestur okkar á árinu. Við kíktum einnig í fjölsmiðjuna í Reykjanesbæ og litlu hryllingsbúðina. Við heimsóttum listakonuna Sossu og hittum ungan mann sem létti sig 50 kíló í fjallgöngum á Þorbirni. Við förum bara svona aftur að byrjuninni. Þú hefði ekki reynslu bolti í sportinu, þú komir í fremstu röðu. Hvað það svona sem dróði að crossfitinu einhvern veginn og af hverju finnst þér svona gaman í crossfit? Sko, ég var lítil og löt, ég get sagt það. Æfði enga íþrótta því ég fann mig ekki í neinu. Og svo byrjaði ég að æfa sem sagt þegar ég 17 ára. Besta vinkona mín eignaðist kærasta. Ég hafði ekkert betra að gera, þannig að ég ákvað bara ég þarf að byrja að hreyfa mig granna svo ég geti eignast kærasta. Og allt í einu kemst ég bara að því að ég sé eina stelpa sem gat gert arbeigur á tánum í bootcamp-námskeiði sem ég tók þátt í og ég man ekki hvað það tók mig langan tíma að skrá mig af því ég þorði aldrei að mæta. Og ég var alltaf ein af þeim sem fór bara í ræktina og gerði eiginlega ekkert en fór samt í ræktina. Þannig ég ákvað síðan bara að taka skrefið, fara í bootcamp-námskeið og sá bara að ég var alltaf einu góð í einhverju. Þá alltaf einu kom bara metnaðurinn bara ok, eftir 5 vikur þá ætla ég að reyna að gera 20 arbeigur á tánum. Svo plataði mig einhverja keppni og ég keppti í crossfit-keppni án þess að vita hvað crossfit væri. YouTubeaði bara æfingarnar og æfði mig og lendi síðan í öðru sæti eftir Katrínu Tönju. Og þá náttúrulega kom þvílíkur áhugi bara vá, stelpa sem hefur komist að heimsleikana. Ég lendi í öðru sæti eftir henni alveg bara með að geggjað. Sæll Ari. Blessaður. Hvað segirðu, hvað má finna hérna á þessu markaði? Er þetta allt á milli himins og jarðar í rauninni? Já, eiginlega. Við sem sagt tökum á móti öllu sem á okkur berst, húsmunum og öðru slíku, húsgögnum. Við getum sagt eiginlega allt nema fatnað og skó og svona það sem er svona úr vefnaði, eins og rúmföt og eitthvað slíkt. Það fyrir allt, Rauði krossinn sér alveg það. En við erum með svona eiginlega bara allt annað sem að hugurinn girnist og líka bara það sem fólk sendur okkur því við fáum allt gefins. Og það er bara hvað fólk er að láta okkur fá. Hér má finna hérna ótrúlegustu muni oft á tíðum. Hvaða fólk er að koma hérna til ykkar að versla og hvað er fólk kannski sækjast í? Sko, þetta er nú svona, getum sagt svona nokkri markhópar. Annars vegar er það svona safnaræði, það er fólk sem hefur svona ástríðu fyrir einhverjum ákveðnum munum. Það situr alveg þetta fylgist með Facebook síðunni og er að ná sér í einhver ákveðna antikmuni eða einhverja merkjavöru. Og það eru við svona góða kunningjar sem komum bara daglega. Svo eru það þeir sem hafa kannski minna milli handana og þeir komur að leita sér að bara sinni nauðsynja vöru, rúmum eða húsgögnum í eldhús eða stofu eða eitthvað slíkt. Og svo er það bara hinn almenni borgari sem er að koma með vörur og hingað inn og tekur með sér heim eitthvað sem sér að vantar. Okkur langaði til þess að gera eitthvað stórt á 20 ára afmæli frumleikhússins. Þannig að söngleikur, þeir eru mjög stórir og litla hryllingsbúðin er mjög stór í burðum. Það er flott sviðsmynd og það er stór planta og góðir söngvarar og þannig að okkur langaði að gera eitthvað meira heldur en vanlega. Og það hefur tekist vel? Já, það lítur út fyrir að það hefur tekist bara nokkuð vel og við erum sátt og það er allir sáttir hér. Segðu mér svo að hérna ertu að leggja grunninn að málverki. Hvernig eru upphafsstigin af þínum verkum? Það er eiginlega að byrja á því að mála grunnastrigan bláan. Það er nefnilega ekkert erfiðara heldur en að standa fyrir framann hvítan striga. Það er einhvern veginn allt of mikið dæmi. Þannig að ég byrja á því og svo bara byrja á einhverju fígúru sem leiði mig eitthvað fjandann. Ég er rosalega upptekinn af fólki og hef alltaf verið alveg svakalega forvitin. Og ég er upptekinn af bæði hreyfingu, hvernig fólk aktar, hvernig það lítur út og hvað það segir og svona. Og ég er að reyna í öllum þessum myndum, og þetta er yfirleitt konur, ég er upptekinn af bæði sjálfum með hlýtur að vera og svo konum yfir höfuð. Og hvernig það er bæði það er svolítið skemmtilegt með okkur konur. Við gerum svo margt, við málum okkur, við klæðum okkur upp á ekkert fyrir kallana heldur hína konurnar og fyrir náttúrulega sjálf okkur líka Þannig að ég er svolítið upptekinn af því hvað við erum uppteknar af okkur, við konur. Segðu mér Arnar, hvernig kom það til að þú byrjaðir að tölla hérna upp?
Þorbjörnin? Ja, það var bara því að ég var allt og þungur og þéttur, mikill. 130 kíló og það var ekki annað stöðunum bara að byrja einhvers staðar. Maður þarf að byrja einhvers staðar. Og hvernig datt þér í hug fjallgöngur og Þorbjörnin? Sko, ég var í fótboltanum, en einhvers staðar þarf maður að byrja. Finna það sem maður finnst skemmtilegt. Þegar ég vil finna einhver hreyfingu sem mér finnst gaman og þá byrja ég bara náttúrunni. Því náttúrunni er yndisleg. Það er bara paradís. Þetta er allt öðruvísi heldur en að vera inn í tækjasal og lyfta lóðum. Þannig ertu með útivistinni í leiðinni. Já, klárlega sko. Algjörlega, ég meina, akkur ekki að nýta náttúrunni eins og vegum hérna í Grindavík. Þetta er bara paradís. Á Ásbrú í Reykjanesbæ er rekin sérstök geimstöð. Við skoðum hana og förum einnig á kajak í Vogum. Þá hittum við bakaranema sem lætur gott af sér leiða og endum svo á mótorkrossbrautinni ofan við Sólbrekkur. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Þetta kemur upphaflega í gegnum Óla Ragnar Grímsson, forsetann okkar. Og það sem hann er úti og er á kynningu, höfuðstöðum Planet Labs og hann bendir þeim á að Ísland sé fýsilegur kostur fyrir svona stöð og svo fer þetta bara í gang eins og það gerist og endar hjá okkur. Nú sér fólk sem keyrir hérna fram hjá þessu svæði bara fjöldan allan af stórum gervihnattamóttökurum. Hvað er að eiga sér stað hérna? Sko, þetta er fyrirtæki sem heitir Planet Labs og þetta er einkarekið fyrirtæki og þetta er stofnað árið 2010 og með þeim tilgangi að mynda jörðina og geta skaffa myndir af hverju landsvæði fyrir sig með dags fyrirvara eða hverjum degi. Og í dag, eftir skotið þarna daginn, þá eru þeir að ná þeim áfanga með 144 gervitunglum og geta veitt þessa þjónustu hverjum sem vil kaupa hana. Grunnskólinn í Vogum, Stóru Vogaskóli, er staðsettur við mikla fjöru í lygnri vík, Vogavík. Þar gefst í einstakt tækifæri til að efla útikennslu en á undanförnum árum hefur útikennsla við skólann verið aukin sem viðbót við fjölbreytta kennsluhætti. Einn liður í útikennslu við Stóru Vogaskóla er valfag í kajakróðri. Aðeins eru 50 metrar frá Stóru Vogaskóla í fjöruna, svo það er ekki langt að fara í róður. Er ekki ágætis tilbreyting frá bókunum að koma svona úti í kajakval? Jú, mikið skemmtilegra. En er ykkur aldrei kalt? Það getur verið svolítið kalt, en samt alltaf gaman. Elinóra Rós Georgesdóttir er 16 ára bakaranemi sem selur kökur og lætur gott af sér leiða. Hún fæddist með sjúkdóm og hefur því dvalið töluvert á barnaspítala Hringsins í gegnum tíðina. Hún kveðst óendanlega þakklátt fyrir alla þá hjálp og velvild sem hún hefur fundið frá starfsfólkinu þar og bakar því kökur og selur og lætur ágóðan renna til spítalans. Það er óhætt að segja að áhugi á bakstri sé Elinóru í blóð borin. Mamma mín og amma eru rosa, eða bara öll ættilega, er rosa mikið í bakstri og eldamennsku og hefur mikinn áhuga á því. Og ég var rosa mikið alltaf með mömmu að baka kalsnu og kleinu og eigum alltaf til eitthvað heima, eitthvað svona bakkelsi og svona. Þannig að þar kom mér fyrst áhugin upp þegar ég var alltaf með henni þegar ég var lítil að baka og svona. Elinóra býr í Reykjanesbæ og stundar nám í bakaræðin við Menntaskólann í Kópavogi. Þangað fer hún á hverjum morgni með rútu og tekur því daginn snemma eins og sönnum bakara sæmir. Og núna ertu að læra að verða bakari. Hvernig finnst þér í náminu? Mér finnst það æðislegt, bara kennararnir og allt sem við erum að læra. Þetta er svo fjölbreytt og skemmtilegt nám og eitthvað sem hendur við bara ótrúlega vel, sko. Segðu mér, Aron, hvernig kom það til að þú byrjaðir að hjóla? Það var nú bara þannig að ég var 12 ára gamall og mamma og pabbi áttu sumarbústað og þau fóru hverja helgi og ég var komin á þannig aldur og ég var hættur að nenna að fara með þeim, sko. Vildi bara vera heima með strákunum og þau ákveðu að kaupa vespu handa mér til þess að lokka mig upp í sumarbústað og ætlaði að geyma hana bara þar alltaf. Og svo bara kom það í ljós þegar ég er búinn að fara 2 og 3 á þessa vespu og þetta var ekki vespu, þetta var krossari. Og það leið ekki á löngu þannig að ég ætlaði að heimta að fá að taka mig heim og fara að hjóla heima og svo bara var ekki aftur snúið. Þetta hjól fór aldrei aftur upp í sumarbústað og svo bara 15 ára seinna þá var ég
tvöfaldur Íslandsmeistari og búinn að keppa hingað og þangað heiminn. Og þetta var bara eins og þetta var í gamla daga þegar ég var að byrja, þá vissi enginn hvað þetta var, þetta sport. Þetta var svo nýtt og einhvern veginn, þetta var með svona stimpil á sig, það var svona vandræðagemsar bara sem áttu krossara og ég man eftir að ég var á tímabili, ég held ég verið 12 og 13 ára, þá voru það verið 4 lögreglubílar í Keflavík og þeir voru 3 eftir mér í Grindavík að elda mig af því að þetta var svo, þetta var bannað og einhvern veginn engin viðurkenning fyrir sportinu og ekkert í gangi, maður mátti hvergi vera og þessi braut hérna sem við stöndum við núna, þetta er elsta motocrossbraut landsins og hérna voru engin leyfi og engin starfsemi og við fórum bara í það við pabbi að stofna akstursíþróttafélag og stofnuðum þá vélhjóla íþróttafélag Reykjanes, þá var ég 15 ára og það er ennþá til í dag. Leið og við þökkum ykkur samfylgdina á árinu, þá hvetjum við ykkur til að standa með okkur vaktina og benda á áhugavert efni í þáttinn eða aðra miðla okkar á Suðurnesjum. Ábendingar má senda á póstfangi vaff@vaff.is. Takk fyrir okkur á þessu ári, sjáumst á því nýja, verið sæl og gleðilegt ár. Gleðilegt ár.